Við erum komin hingað á líkamsræktarstöðina Bjarg á Akureyri. Það bleikur október og það fullt að vera hérna á Bjargi og við ætlum aðeins að fá að heyra það. Þið takið bleikan október alla leið hjá líkamsræktarstöðinni Bjargi. Segðu mér aðeins frá því. Bara alla leið, sko. Hann bleikur og við eigum líka afmæli. Við eigum 15 ára afmæli hér í þessi aðstöðu, sko, svo því við opnuðum árið 2000 og það bara því ekki að gera eitthvað sniðugt. Og alveg ótengt reyndar bleika mánuðin datt Óla mínum í hug að bjóða köllum sem 50 ára eldri frítt. Þeir sjást ekkert mikið hérna inni og hann alltaf að segja, hvar eru jafnaldrar mínir? Og langaði bara að bjóða frítt námskeið í 4 vikur, það var upphafið, sko. Og svo datt mér í hug bara því ég sjálf með krabbamein að gera eitthvað meira og bjóða þá öllum sem eru á sama stað og ég í lífinu, frítt að æfa og við höfum alltaf gert það, ég bara aldrei auglýst það, bara þegar fólki kemur inn þá fær það frítt. Og kannski að finni þó sem ekki bara labba á brettinu, fara í pottinn, gera eitthvað, koma aðeins í jóga eða eitthvað svona og þannig að það fær frítt áfram. Allir sem krabbameinsmeðferð á, svo frítt á hérna í hotdog á mánudögum og svo náttúrulega dömulegi dekurdagar, hér hefur alltaf verið frítt í alltaf dömulegum dekurdögum. Og allar konur sem eru basshafandi fá 50% afslátt í október á ákveðnu salsa dansnámskeiði. Þetta ansi vel í lagt í bleikum októbermánuð og þetta í rauninni ekki nóg því að þú ert líka að standa fyrir söfnun fyrir Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrenni. Segðu mér aðeins frá því. Já, ef að menn sem að fá frísk og vilja kannski borga og dömulegum dekurdögum líka, kannski setja smá í bauk. Ég var að biðja Krabbameinsfélagi hérna á Akureyri bauk til að setja peningana í svo sé eitthvað löglegt, sko. Ég sé ekki að setja þetta bara í eitthvað kassa. Allt í hugsa, já, vandaði nú við þetta Aðalbjörg mín. Þannig ég ætla að fá eitthvað bauk hjá þeim og safna. Og fyrir þessu ómtæki sem þeir safna fyrir. Og ég líka myndi að selja svona klúta og dótari sínar sauma til þess að safna fyrir félagið. Segðu okkur aðeins frá ef við tölum til dæmis bara klútana. Ég hef nú búin að fjárfesta í svona klút á handaháttíðinni þegar við hittumst þar. Og segðu mér aðeins frá upphafið af þessu og þetta þú ert að nota til dæmis endurunnið efni í þetta. Já, í rauninni þetta svona endurnýting á efnum. Ég kaupi föt í Rauða krossinum og ég kaupi efniðar líka og sérstaklega eru markaðsdagar, fyrsta helgin sko í hverju mánuði markaðsdagur og þá getur maður tróðið í körfu fyrir 1500 kall og það alveg endalaust hægt að kaupa og ég kaupi yfirleitt stór föt og stóra bóli með fáum saumum, klippi niður og set svo saman í allavega svona klúta og ég mjög litrík kona og hefur alltaf verið. Og svo lendi ég í því að ég finn eitthvað sem ég finnst æðislegt, sko. Þá kaupi ég það. Og þennan, til dæmis, kjól saumaði ég upp úr, sko, mussu sem ég var gefin. Ég fæ líka hellingsgefins. Konur sem vita ég að sauma gefa mér. Og þetta var bara eitthvað ég sá svona ofsalega flottan silkiklút, svona sem einn kona með og sem bara, já, ég get gert þetta. Og saumaði mig fyrst úr gardínukappa. Og þá fekk ég líka svaka viðbrögð. Það var strákur sem satt fyrir aftan mig á tónleikum. Og sagði ég er búin að vera að horfa á hann klúta alla tónleika, hvað get ég keypt svona? Og það bara, já, ég fer bara að sauma. Það var bara hugmyndin. Segðu okkur aðeins frá því, það hlýtur að vera mikið áfall auðvitað fyrir alla að greinast með krabbamein. Og svo líkamsræktarþjálfari maður þekki þig, þú alla tíð stundað, heilbrigt líferni. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessari upplifun? Já, þetta var í rauninni svolítið sjokk. En ekki lengi. Ég rosalega glöð kona og fyrst bara af hverju ég var allir þannig. Búin að stunda einmitt sem þú segir, ótrúlega heilbrigt líferni sem kannski ekki margir gera sér grein fyrir en ég er búin að rosalega holl alla tíð og vandaði mig mikið við lífið til þess að geta ekki kennt mér það ef eitthvað svona kæmi fyrir. Og svo fór maður að hugsa bara akkur og svo bara hættu þessu, af hverju ekki þú? Kom þá bara. Og þá hugsaði ég bara líka, ef eitthvað tilbúin í þetta, þá það ég. Ég er 56 ára, búin að gera allt sem ég langar til. Hef ekkert að hugsa mamma og pabbi eru bæði dáin, eina stelpu, einn kall, engin barnabörn, bara nákvæmlega ekkert annað að gera en að díla við þetta. Og það bara liggur við svona forréttindi stundum, fá að upplifa þetta og ég líka unnið á sjúkrahúsi og vera hinum með við borðið, það dálítið skrítið líka og já, ég held að ég hef bara haft gott af þessu og aðeins líka að endurskoða lífið mitt, taka bara rétt ákvarðanir það sem eftir hvað viltu gera núna? Akkurat núna, hverju viltu breyta og hvað langar til þess að gera í framtíðinni? Finnur fyrir því að það sé öðruvísi að upplifa það að vera með krabbamein út á landi en þú ímyndar þér að það sé í höfuðborginni? Ég veit það ekki, þetta svona minna svæði og kannski persónulegra en kannski sumt faglegri Reykjavík og þar eru meiri græjur, ég veit það alveg. En það rosalega góð deildtíðir sem hugsa hrikalega vel mann, æðislegt fólk
alveg geggja fólk og ég get ekki kvartað undan einu, enga veginn. En nú verður að safna til dæmis fyrir þessu ómtæki, ef það hefði verið komið þegar þú greindist, þá hefur getað nýtt það eða hvað? Já, ég þurfti að fara til Reykjavíkur til þess að fara í segulómun á brjóstum. Það er það sem er munurinn, það er ekki hægt að gera það hér á Akureyri. En ég fekk samt voða góða skoðun hér, en ekki til þess að sjá hvort það væri komið eitthvað meira í brjóstinu, hvort það væri komið í hitt brjósti líka og svona. Þannig að þetta er betra tæki, alveg pottþétt, sko. Og þarna skiptir máli að því það nú verið að selja auðvitað bleikuslaufuna, verið að safna fyrir krabbameinsrannsóknum, en svo er það líka krabbameinsfélag Akureyrar og það endanum snýst þetta líka svolítið að ná þessum landsbyggðarvinkli inn. Já, og sko til þess að áttu ykkur á þessu hvað krabbameinsfélag Akureyrar gerir, þegar ég ætla að fara í geisla, það er bara í Reykjavík, geislarnir í Reykjavík og það eru yfirleitt 5 vikur og maður þarf að útvega sér húsnæði og Rauði krossinn er með húsnæði sem kostar held ég 3.000 og eitthvað krónur á dag. Krabbameinsfélag Akureyrar borgar þetta fyrir sitt fólk og það er ótrúlegt, sko. Það er ótrúlegt. Þannig að ég vil styrkja þetta. En það að vera í svona litlu samfélagi og það þekkja þig allir. Hvernig upplifir að fólk ræði krabbameinið og bregðist við? Finnur þú fyrir samkennd eða er þetta óþægilegt? Nei, mikilli samkennd, aldrei óþægilegt. Mér finnst það eiginlega bara skrítið ef ykkur spyr mig hvernig líður eitthvað svona. Ég er alltaf til í að tala um þetta. Mér finnst það alls ekki óþægilegt og ég segi alltaf, sko, ég er bara svífandi á bleiku skýi vegna þess að ég fæ óbáðslega góð viðbrögð og mikið af svona orkusendingum og hugsunum og bænum og öllu og ég tek við þessu, þess vegna held ég bara svífi einhvern veginn í gegnum þetta. Ég fer ótrúlega létt í gegnum meðferðina og ég held að það sé bara stórum hluta frá öðru fólki. Ég vil bara segja það eins og vel. En þú sagði mér að þú litir stundum á þetta sem smá húsmæðraorlof. Já, Hólfríður vinkona mín hérna sem gekk í gegnum það sama fyrir 5 árum. Hún sagði það, Abba, takk þetta bara sem húsmæðraorlof. Hún hvíslaði þessu svona að mér. Ég bara, já, réttur vinkill. Þannig að ég sko heima og elda og taka myndir af mat til þess að nýta hérna í námskeiðunum. Stöðugt að elda og taka myndir og baka eitthvað skemmtilegt og svona. Svo ég náttúrulega sauma. Svo keypti ég mér litabækur og er að lita. Ég alveg komið sko verk í fingurna, ég lita svo mikið. Og svo bara horfir maður svolítið framhjá kannski svona eitthvað sem skiptir ekki máli. Ég læt það eiga sig. Svo kenni ég hér bara mér til ánægju og yndisauka og til þess að halda mér í formi. Og labba út og ég ákvað að loka mig ekki af, heimsækja fólk. Og svo vera bara eins og ég er. Ég breyti mér ekki neitt og svo fekk ég mér hárkollu, ég geti notað hana því ég verði eitthvað svo öðruvísi, ég er ekki ég. Og það er bara fínt að vera svona og hérna innanhús er ég alltaf svona. Þannig fyrir þá sem eru krabbameinssjúklingar, ekki vera hrædd við að vera sköllótt á Bjargi, þau eru allir orðnir vanir mér. Þannig að hér er ég alltaf svona, aldrei öðruvísi, ég set ekkert á mig. Að lokum, það eru náttúrulega svo ótrúlega margir sem greinast með krabbamein á Íslandi og þetta er bara eitt allsherjar mein sem allir þekkja svo vel að eigin raun, hvort sem það er einhverju sem þeim þykir vænt um eða þeir sjálfur. Hvaða ráðleggingar hefurðu til dæmis bara til þeirra sem eru að greinast með krabbamein? Hefurðu eitthvað, hvað myndirðu segja? Sko, þegar þú greinist, það er sjokk og þú verður að leyfa þér að grenja. Ég fór bara í sturtu og Bjargi og grenjaði hálftíma. Og ég tók alveg ótrúlega mikið út með því og fara út, ég fór í listigarðinn, labbaði þar og svona. Og svo bara í rólegheitum að tala um þetta og í staðinn fyrir að hringja í allt mitt fólk. Þá bjó ég bara til rosalega góðan póst og sendi fyrst, þannig að allir grétu við tölvuna fyrst. Og það er svolítið gott. Ég sagði, ég höndla ekki þessi símtöl. Ég myndi bara gráta. Þannig að því mín er allir heima einhvers annar staðar. Þannig að byrjaði á því og svo fór ég að tala. Og í rauninni að lifa lífinu líka, ekki hætta öllu. Það er eitt sem að ég tek aðeins eftir að ég fer mikið á tónleika, leikhús, ég er búin að fara til Svíþjóðar og ég er alltaf á ferðinni og ég sé voða lítið fólk svona eins og mig. Þetta fólk svolítið loka sig af, auðvitað eru margir veikir og geta ekkert farið, fíla sig illa. En það er þetta, að loka sig ekki af heldur að vera með í lífinu, taka þátt í lífinu eins og maður getur. Þannig að það er margt sem það er að hugsa um, en aðalega bara að lifa lífinu lifandi.